Góðan daginn, ráðherra, góðu fundargestir, takk fyrir að koma og verið velkomin á þessa málstofu samstarfstækifæri í orku- og ferðaþjónustu. Það eru íslenski ferðaklassinn og Iceland Geothermal sem bjóða okkur til málstofunar með það að markmiði að opna á umræðu og vekja athygli á mögulegum samlegðaráhrifum þessara tveggja atvinnugreina. Ég heiti Þuríður Aradóttir Brán og forstöðumaður Markaðsstofu Reykjaness og það með sönn ánægja að vera hér í dag og stýra þessari málstofu. Ég ætla reyndar ekki að hafa þetta svakalega langt hjá mér. Ég bara þakka Arion banka kærlega fyrir góðan morgunverð og Klösunum fyrir að halda þessa málstofu eftir árshátíð ferðaþjónustunnar. En mig langaði kannski að bæta við að ef við höfum tíma fyrir 1 og 2 spurningar að við myndum leyfa það úr salnum. En án þess að lengja þetta neitt frekar, þá langar mig að biðja Ragnheiði Elínu Árnadóttur að stíga hér í pontu. Kæru fundargestir og ferðaþjónustu megin, takk fyrir síðast. Ég fór á ballið og svaf og ég komin hingað, þannig að þetta getur allt farið saman eins og orkugeirinn og ferðaþjónustan, djammið og fundurinn. Býtu nú við, nú ætlaði ég að reyna að vera voða hipp og kúl og vera hérna með einhverja glærur, en að ég bara gera svona, já. En ég vil byrja á því að þakka Klösunum, orkuklassanum eða jarðhitaklassanum öll heldur og ferðaklassanum fyrir að boða til þessarar málstofu. Við setja einstaklega vel til fundið, þetta löngu tímabært og þetta er svo nauðsynlegt að taka þessar 2 burðaratvinnugreinar okkar hér saman og fjalla þær með þeim hætti sem að verður gert hérna í dag sem samherja, sem greinar sem að styðja hvor við aðra, frekar heldur en að reyna að stilla þessu upp sem einhverjum andstæðum pólum sem það sjálfsögðu ekki og ég held að við sem að erum hér í dag getum verið algjörlega sammála Ég nefnilega hef lengi verið þeirrar skoðunar og hef talað fyrir því að orkunýting og ferðaþjónusta fari ljómandi vel saman og styðji við hvort annað, hvor iðnaður styður við hinn, nú horfi ég á Ásbjörn, hvað er þetta Ásbjörn? Má aldrei segja iðnaður ferðaþjónustuna, en það var ég ekki að segja það sko, en sem iðnaðarráðherra þá þykir mér svo vænt þetta orð við Ásbjörn höfum tekið þessu umræðu nokkrum sinnum. En umhverfisvernd og orkunýting, umhverfisvernd og ferðaþjónusta og iðnaðaruppbygging, í mínum huga ekkert af þessu í andstöðu við hvort annað. Ef við horfum bara ískalt á þetta, þá það þannig, þá það bara einfaldlega þannig að orkufyrirtækin eiga allt undir því að ganga vel náttúruna og tryggja sjálfbærni auðlindanna til lengri tíma. Og ferðaþjónustan hefur nákvæmlega þá sömu hagsmuni. 80% ferðamanna koma hingað vegna náttúrunar og því á ferðaþjónustan allt undir því að náttúran ber ekki skaða af of miklum ágangi og að þeir staðir sem að ferðaþjónustan, orðað þannig, gerir út á eða nýtir í þágu sinnar atvinnugreinar séu sjálfbærir. Í hinum vestræna heimi er hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa hæst hér á Íslandi. Það bil 100% í raforkuframleiðslunni og við séum ekki svona 99% í húshituninni. Næsta skref í orkuskiptum á Íslandi á sviði samgangna. Þar býð okkur líka spennandi tækifæri. Og íslensk orkuframleiðsla eitthvað sem við Íslendingar getum sannarlega verið stolt af. 3 orkufyrirtæki, eins og við sjáum hér, hafa opnað sýningar fyrir gesti sína til að kynna þessa hreinu orkuframleiðslu. Gestastofurnar eru í Reykjanesvirkjun, Hellisheiðarvirkjun, Ljósafossstöð, Búrfellsstöð og Kröflustöð. Og þær eru í dag hluti af íslenskri ferðaþjónustu og draga til sín tugþúsunda gesta á ári hverju.
Orkufyrirtækin hafa lagt metnað sinn í þessi verkefni á hverjum stað sem hluti af sinni samfélagslegu ábyrgð og sem liður í því að upplýsa og fræða almenning og gesti okkar orkunýtinguna og orkunýtingarsögun okkar. Og þess bera sýningarnar svo sannarlega merki á hverjum stað, en auk þess hefur á þessum stöðum oft verið að finna mikilvægan stuðning við menningu og listir, þar sem að gestum hefur verið boðið á fjölmargar og mismunandi listsýningar í orkuverunum og oftar en ekki án endurgjalds. Það líka ljóst að raforkuframleiðsla í Búrfellsvirkjun og síðar í Sigölduvirkjun opnaði fólki greiðari leið og greiðari aðgang að Sprengisandi og svæðum á borð við Landmannalaugar og Veiðivötn. Sama má segja Blönduvirkjun og Hveravelli þar sem að vegir á umræddum svæðum voru byggðir upp og með tilkomu Hálslóns nú orðið greiðfært stóran hluta ársins á nánast hvaða bíl sem inn á Vesturörafi og á svæði sem að alla jafnan voru einungis fær fyrir stóra jeppa eða gangandi og ríðandi umferð. Svona mætti lengi áfram telja. Raforkuvinnsla á hálendinu hefur því stutt við framgang ferðaþjónustu á þeim svæðum sem við þekkjum hana í dag, eins og við þekkjum hana í dag, og þar eru fjölmörg tækifæri til frekari uppbyggingar sem byggja fyrst og fremst á þessu aukna aðgengi. Á þessum svæðum hefur samspil orkuvinnslu og ferðaþjónustu farið vel saman. En svo það líka þannig að ferðaþjónustan ekki bara á hálendinu og orkan út allt. Það einmitt víða þar sem að óbeisluð orka aðdráttarafl. Þannig sjáum við hvernig fossarnir okkar eru mikilvægir seglar fyrir ferðaþjónustuna, hvort sem það eru Gullfoss, Goðafoss eða Skógafoss. Á sama hátt eru Geysir, Leirhnjúkur, Reykholt í Borgarfirði, Landmannalaugar og Gunnuhver. Allt dæmi einstök jarðhitasvæði sem ferðamenn heimsækja og hafa mikið aðdráttarafl. Sum þessara svæða í nágrenni virkjana og það ekki að sjá að það dragi úr aðsókninni nema síður sé. Nýting okkar Íslendinga á jarðhita í gegnum aldirnar eitthvað sem að ferðamenn einfaldlega vilja kynnast og eru komnir hingað til þess að fræðast meira og ég tel að við eigum heilmikið inni í að kynna þá sögu en betur. Bláa lónið svo sérstakt alveg sér kafli út af fyrir sig í samspil orku og ferðaþjónustu og reyndar iðnaðarframleiðslu líka. Ég sagði á afmæli í Bláa lóninu fyrir í haust að ég gæti og geri stundum á tyllidögum titla mig ráðherra Bláa lónsins. Ég á enga hagsmuna að gæta í Bláa lóninu, en Bláa lónið sameinar mjög marga málaflokka sem að heyra undir mig. Það að sjálfsögðu ferðaþjónustu fyrirtæki, það byggir á orkunýtingu, þar iðnaðarframleiðsla á snyrtivörum sem að framleidd eru í þessari miklu auðlind og þar fer fram gríðarlega mikil nýsköpun. Þannig að þess vegna leyfi ég mér stundum að kalla mér ráðherra Bláa lónsins. En samspil ferðaþjónustunnar og orkunýtingarinnar þar einstök og það sem að óvíst að kæmist í gegnum umhverfismat að það væri verið að leggja drögin að því í dag núna einn stærsti og verðmætasti ferðamanna viðkomustaður landsins. Þar hefur verið lagður gríðarlegur metnaður í uppbygginguna og þar eru, eins og ég nefndi, frábær dæmi nýsköpun og þróunarvinnu margs konar sem að jafnframt skapa umtalsverðan gjaldeyri. Og það sem svo einstakt og það sem að við getum gert svo mikið meira úr að í Bláa lóninu eins og öðrum svæðum sem byggja á orkunýtingu hugsunin einmitt svo að ganga af virðingu náttúruna, að sóa engu og þar meiri segja hraunið sem þarf að fjarlægja til þess að byggja eða framkvæma með öðrum hætti. Það meiri segja nýtt. Vissu þið til dæmis, sem hún Magna vinkona mín sagði mér þegar ég kom og heimsótti snyrtivöru framleiðsluna, vissu þið að hraunið sem þarf að fjarlægja,
það malað niður og það kornið í kornamaskanum í kremunum. Þannig að engu sóað. Og þetta samspil orkunýtingar og ferðaþjónustu fyrirmynd sem horft til erlendis frá og ég get nefnt þar á meðal góða ferð viðskiptasendinefndar sem við fórum haustið 2014 til Nicaragua og mörg ykkar sem hér eru inni voru í þeirri ferð. Jarðhitaklassinn tók þátt í því og þar kynntum við meðal annars þessa hugmyndafræði og þessa hugsun sem að í auðlindagarðinum á Reykjanesi felst og mikill áhugi fyrir þar sem að möguleikar á nýtingu jarðhita eru talsverðir. En Bláa lónið auðvitað ekki eina svæði sem byggir á samspilu heilsu, orku og ferðaþjónustu. Þar má nefna auðvitað jarðbyggðun á Mývatni og það fjölmörgu sundlaugar sem við eigum hringinn í kringum landið. En kæru gestir, það að við framleiðum allar okkar framleiðsluvörur með endurnýjanlegri orku skapar okkur tækifæri til markaðssetningar til erlendra ferðamanna. Þetta á bæði við matvæli og ekki síður ýmiss konar gjafavöru, hönnunarvöru og annað sem hér framleitt. Mörgum ferðamönnum mjög umhugað umhverfismál og vistsporið á framleiðsluvöru hér oft minna en þar sem að gas eða kolefni nýtt til orkuframleiðslunar. Og við getum vel gert meira úr þessu og tækifæri liggja á stórum og smáum stöðum og það sem líka svo mikilvægt að það hringinn í kringum Ísland. Ágætu fundamenn, nýlega komu fram hugmyndir þjóðgarð á hálendinu og stóðu að þeim hugmyndum fjölmargir einstaklingar og samtök, þar á meðal samtök ferðaþjónustunnar. Og ég vil taka það skýrt fram að ég fagna að sjálfsögðu allri umræðu umhverfismál og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlindanna og vona svo sannarlega að þessi hugmynd verði til þess að breikka umræðuna og hún verði tekin frá öllum sjónarmiðum. Ég velti því upp í gær á ársfundi SAF hvort að allir hafi sama skilning og leggi sama skilning á það hvað felist í þessari þjóðgarðshugmynd. Og það það sem kannski maður hefur áhyggjur af svona fyrirfram. Spurningar eins og felur þessi hugmynd í sér, felur þessi hugmynd í sér að engir vegir verði lagðir og engin mannvirki reist á þessu svæði sem tekur yfir 40% af landinu. Hvernig ferðaþjónusta verður leyfð á svæðinu? Hvernig verður með skipulagsvald einstakra sveitarfélaga sem mér talst til að séu 22 sem hafa aðkomu að þessu stóra svæði með einum eða öðrum hætti? Hvað verður rammaáætlun sem byggir á mati færustu sérfræðinga landsins það hvað skuli vernda og hvar komi til greina að virkja? Og þetta eru spurningar sem við eigum ekki vera feimin við að spyrja og svara og ræða og enn á ný ítreka ég það og vara við að þessum kostum sé fortakslaust stillt upp sem andstæðum. Þetta ekki andstæðir pólar, orkunýting og náttúruvernd það ekki frekar en ferðamennska og náttúruvernd. En ágætu fundamenn, umræðuefnið í dag kemur eins og ég sagði í upphafi á mjög góðum tíma. Og ég hlakka til að vera hérna með ykkur í dag og hlusta á þau erindi sem hér verða flutt og ég hvet ykkur báða klasana og alla áhugasama til dáða í að leiða saman þessa stóru hópa sem standa annars vegar að auðlindanýtingu í hvaða formi sem það og atvinnusköpun hér á Íslandi. Og þar eru þessir tveir klasar að sjálfsögðu burðarstoðir. Og til að geta unnið þétt saman þarf að byggja upp mikilvæg sambönd, við þurfum að þekkja hvort annað, samtal fyrsta skrefið og það oft besta leiðin til að ná þessum sameiginlegu markmiðum sem við deilum. Við þurfum að horfa á stóru myndina, eins og ég kom inn á í ávarpi mínu á iðnþingi í síðustu viku, þar sem að atvinnuvegirnir eru hlekkir í sömu keðjunni og styðja hvern við annan
Við einblínum ekki á sérhagsmunum, við einblínum á heildarmyndina og það markmiðið og þess vegna fagna ég mjög þessari umræðu hér í dag og ítreka þakkir mínar til þeirra sem að þessari málstofu standa. Kærar þakkir fyrir þetta, Ragnheiður. Næstan vil ég kynna á svið Stefán Gunnarsson, en hann frá ferðaskrifstofunni og hópferðafyrirtækinu Guðmundi Jónssoni. Hann ætlar að fjalla samspil orku og ferðaþjónustu. Já, sko. Virðulegi ráðherra og góðu gestir. Ég vil nú byrja á því kannski að þakka frænku minni Ragnheiði Elínu fyrir 4. ræðuna á innan við einum sólarhring sem ég hef, og að endurtaka sig ekki, það kunst að flytja 4 ræður á einum sólarhring og endurtaka sig ekki, það er vel gert. En ég hingað kominn sem framkvæmdastjóri fjölskyldufyrirtækis míns. Afminn Guðmundur Jónsson hóf farþegaflutninga fyrir sléttum 85 árum síðan. Við eigum sem sagt margfalt afmæli í ár. Guðmundur Jónsson hóf farþegaflutninga fyrir 85 árum árið 1931. Hann hafði eignast svokallað alþingishátíðarboddi árið 1931, ári eftir alþingisháttíðina, og þess utan þá á fyrirtækið eða kennitalan á 50 ára afmæli á þessu ári, hún frá 66, og ferðaskrifstofuleyfi fengum við 1976, þannig að það 40 ára, þannig að við höfum margfalt afmæli á árinu, en það var nú ekki það sem ég ætlaði að tala hér í dag. Það samspil orku og ferðaþjónustu. Nú, við Íslendingar við búum við velsæld í landi sem ríkt af náttúruauðlindum. Þetta vitum við Íslendingar og það dylst engum að þessi náttúruverðmæti eru okkar helsta söluvara þegar kemur að áhuga erlendra ferðamanna á Íslandi. Við deilum svo sem það hversdagslega hvernig þessar auðlindir eru nýttar og arðinum af þeim skipt, en það breytir ekki þeirri staðreynd að við búum við velsæld og velmegun. Það fer hins vegar alltaf mig ákveðin kjánarhrollur þegar rætt meginstoðir atvinnulífsins og þeim stillt upp eins og andstæðum pólum sem séu í samkeppni hver við aðra. Atvinnulífið að mínu viti ein órofa heild og í raun getur eina atvinnugrein ekki án annarar verið. Við sjáum til dæmis það skýrdæmi hvernig aukinn straumur erlendra ferðamanna hefur orðið til þess í landbúnaði að umframframleiðsla heyrir nánast sögunni til. Það ekki lengur til svokölluð kjötfjöll sem við heyrðum ofta árum áður, og nú öll mjólk keypt af bændum á fullu verði. Á sama hátt má segja að orkuvinnsla og ferðaþjónusta séu búin að eiga í langvarandi ástarsambandi, allavega svo ég sletti svona love-hate relationship. En eins og dæmin sanna, þá hefur skynsamleg nýting orkuauðlinda víða orðið mikil lyftistöng fyrir ferðaþjónustuna. En í tengslum við virkjanir hafa víða orðið miklar samgöngubætur. Og þá kemur nú inn á áhugasvið þess sem hér talar og hans fjölskyldu, en Guðmundur Jónsson fjallabílstjóri, hann fór ófáar ferðir inn á hálendið í ýmiss konar rannsóknarleiðangra með vísindamenn þegar verið var að leggja drög að virkjunum á sunnanverðu hálendinu. Þessar ferðir voru farnar meðal annars á vegum stofnana sem við þekkjum ekki í dag. Það var meðal annars á vegum raforkumála skrifstofunar og vatnamælinga ríkisins, gjarnan Sigurjón Rist með í för. En báðar stofnanir voru forverar orkustofnunar og enn aðrar ferðir fór Guðmundur Jónsson með landmælinga ríkisins og aðra vísindamenn og stofnanir. Í öllum hans ferðum þá var hugað að vegabótum og því sem betur mátti fara í samgöngumálum, en fundurinn á bílfæru vaði við Tungná á Hófsvaði árið 1950 markaði algjör þáttaskil í hálendisferðum og opnaði raun og veru bílfæra leið inn á hálendið. Þá gátu menn fyrst farið akandi á ökutækjum án þess að láta ferja sig yfir Tungná.
Nú fjölmörg önnur dæmi má nefna þar sem ferðaþjónusta hefur notið góðs af orkunýtingu eins og hér var vikið að áður í ávarpi ráðherra. En það hvort sem jarðhitavirkjanir eða vatnsaflsvirkjanir hefur verið að ræða. Bláa lónið og jarðböðin við Mývatn eru kannski einföldustu dæmin þar sem ferðamenn njóta með beinum hætti afleiðinga orkuvinnslu. En margt annað má telja til, svo sem samgöngubætur. Dettur mönnum til dæmis í hug að margir ferðamenn myndu leggja leið sína að Kröflu, að Leirhnjúk eða í Gjástykki ef ekki væri fyrir Kröfluvirkjun og þær samgönguframkvæmdir sem að henni fylgdu. Eða hversu margir ferðamenn færu það Dimmugljúfrum ef ekki væri fyrir Kárahnjúkastíflu. En það eru tvær hliðar á myndinni. Ferðaþjónustan að sama skapi að styðja við orkuvinnsluna. Hér eru til að mynda það bil 25.000 erlendir gestir á degi hverjum að meðaltali, sveiflast aðeins eftir ástíðum, en að meðaltali yfir 25.000 erlendir gestir á dag, hér sem eru neytendur í íslensku þjóðarbúi. Og þessir neytendur eru meðal annars orkukaupendur. Þessi fjöldi, hann jafngildir öllum íbúum á Akureyri, Sauðárkróki og Húsavík til samans. Ég hræddur að það myndi skekkja myndina þess að við tækjum þennan íbúafjölda út fyrir sviga, út úr hagkerfinu. Og okkur sem samfélagi ber hreinlega skylda til að hafa þetta hugfast í allri umræðu og að halda orðræðunni á vitrænum nótum. Mikil umræða hefur átt sér stað lagningu raflína landið og þá sérstaklega hugmyndir að leggja raflínur yfir hálendið. Nú nýverið var undirrituð viljayfirlýsing ýmissa hagsmunahópa stofnun þjóðgarðs á nær öllu hálendi Íslands, meðal annars til að koma í veg fyrir að lagðar yrðu háspennulínur þvert yfir landið. Nú ég vil taka fram skýrt að ég mikill náttúruverndarsinni eins og við öll í ferðaþjónustunni. En þrátt fyrir að ég beri hag náttúrunnar ávallt fyrir brjósti, þá spyr ég mig á hvaða stað við erum komin ef eina leiðin til að stöðva orkufyrirtækin í lagningu háspennulína sé að breyta 40% af landinu í þjóðgarð. Ég segi bara, eru menn ekki með öllum mjalla? Það að stofna þjóðgarð engin smávægileg stjórnvaldsleg framkvæmd. Með því til að mynda öllu skipulagsvaldi sveitarfélaga kippt í burtu og sett inn í enn eitt ríkisbáknið. Þjóðgarð. Ég veit að Marteinn Mosdal ánægður en sporin hræða. Reynsla ferðaþjónustunnar og landsmanna til sjávar og sveita af rekstri þjóðgarða svo að þar fara fjársvelt apparödd sem stjórnað af fólki með afar takmarkaðan skilning á hófsamri og heildrænni landnýtingu. Í þessu sambandi vil ég benda á að það unnið á markvissan hátt að sátt landnýtingu í gegnum rammaáætlun, eins og vikið var að hér áðan. En rammaáætlun verkfæri til að greiða úr þeim ágreiningi sem uppi kann að vera og jafnframt samheiti yfir ákveðin lög, ferli og aðferðafræði sem hafa þróast í gegnum tíðina til þess að leysa þetta verkefni á sem farsælastan hátt og með hagsmuni allra aðila að leiðarljósi. Nú Ísland ríkt af endurnýjanlegum orkugjöfum. Staðreyndin að 87% allrar orkunotkunar hér á landi kemur frá slíkum orkugjöfum, samkvæmt opinberum tölum frá Hagstofu Íslands frá árinu 2013. Þetta setur Ísland fremst meðal jafningja í notkun endurnýjanlegrar orku í heiminum og hefur vakið athygli ferðamanna sem sækja land og þjóð heim og skapar þannig ákveðin tækifæri í uppbyggingu ferðaþjónustunnar. Samhliða uppbyggingu orkumannvirkja hafa gestastofur verið byggðar upp við nokkra virkjanir sem njóta vaxandi vinsælda á meðal ferðamanna. En auk gestastofa felst samspil ferðamennsku og orkuvinnslu fyrst og fremst í auknu og bættu aðgengi að þeim svæðum sem orkuvinnsla á sér stað eins og vikið hefur verið að. En svo hefur verið raunin hér á landi. Víða erlendis þetta samspil nýtt markvisst til uppbyggingar ferðaþjónustu. Og ég ætla nú ekki að hætta mér út í þá umræði hér á þessum vettvangi að viðra hugmyndi Trausta Valssonar skipulagsfræðings uppbyggingu hálendisvega, en ég sannfærður að þar fer maður sem langt á undan sinni samtíð. En það víst engin spámaður í sínu eigin heimalandi. Staðreyndin nefnilega svo að miðhálendi Íslands óttaleg flatneskja. Ég veit ekki hvort þið vitið það. Kannski ekki öll. En hálendi Íslands óttaleg flatneskja. Og lagning hálendisvega tiltölulega einföld framkvæmd.
Á móti kemur að þessi flatneski er mjög óhagkvæm þegar kemur að byggingu uppistöðulóna fyrir vatnsaflsvirkjanir, því þau eru grunn og mjög umfangsmikil og því oft á tíðum afar umdeildar framkvæmdir. En ferðamenn sem okkur sækja heim af öllum gerðum og sortum. Þeir eru bakarar og bankamenn, píparar og prentarar, hagfræðingar og prestar, en það eru líka tæknifræðingar og verkfræðingar sem hafa gríðarlegan áhuga á að kynna sér sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda okkar og dást reyndar flesti hverjir af því hvernig lítil þjóð á hjara veraldar eru búin að koma sér út úr torfkofunum á undraskömmum tíma. Upplifun fólks á landslagi er mjög mismunandi, einkum eftir því hvort að ræða íbúa eða aðkomufólk. Rannsóknir hafa sýnt fram á að meðan að upplifun aðkomufólks byggist fyrst og fremst á fyrstu hughrifum, first impression, þá byggir upplifun heimafólks af landslagi á margvíslegum kynnum þeirra af landinu og þeim tengslum sem það hefur haft við landið sitt. Ég lendi nýverið í viðtali við sérfræðing sem var að vinna á vegum rammaáætlunar ýmsa virkjanakosti sem nú hefur verið að leggja mat á í 3. áfanga. Það var gagnlegt samtal og kom ég mínum sjónarmiðum skýrt á framfæri eins og til var ætlast. En þegar horft yfir kort af landinu sem við komandi lagði á borð fyrir fram mig, þá er eitt sem stingur í augun. Og nú kannski kem ég við kauninu á einhverjum. Þetta eru svo dreifðar og svo margar virkjanir og svo anskoti litlar. Ef við gætum nú tekið bara kínversku aðferðin á þetta og byggt eina risavirkjun eins og þá sem er í Yangtze fljótinu og framleiði 22.500 megavött í stað þess að drita niður smávirkjunum all land. Nú, ég er engin sérfræðingur í orkuvinnslu en það væri óneitanlega spennandi kostur ef hægt væri að kreista meiri orku út úr núverandi orkumannvirkjum í stað þess að vera í stöðugu karpi nýja virkjanakosti. Stærsta jarðhitavirkjun á Íslandi til dæmis Hellisheiðarvirkjun, hún framleiðir rúmlega 300 megavött á meðan að stærsta jarðvarmavirkjun í heimi, rétt norðan við San Francisco í Bandaríkjunum, hefur afkastagetu upp á 1500 megavött. En þetta er eitthvað sem ég vissum að er verið að skoða á vettvangi rammaáætlunar og orkufyrirtækjanna. Nú okkur er tíðrætt umhverfið og mengun af mannavöldum og ýmiss konar mannvirkjagerð. Upplifun ferðamanna á Íslandi snýst ekki síst þessi miklu opnu víðerni, þar sem ennþá er hægt að sjá trén fyrir skóginum. Okkur er tíðrætt sjónmengun og það voru því afar jákvæðar fréttir sem bárust nýverið úr herbúðum Rarik, sem er hlutafélag í eigu ríkisins, sem ætlar á næstu 20 árum að endurnýja allt dreifikerfi sitt með jarðstrengjum og ætlar því að skipta út ríflega 4.000 kílómetrum af loftlínum á þessum 20 árum. Nú það er búið að fjármagna þessar framkvæmdir en sjónræni þátturinn, hann skiptir hérna öllu máli en eins og ég sagði þá hafa loftlínu gjarnan verið flokkað sem sjónmengun. Nú er þetta væntanlega lágspennukerfi, ekki háspennulínur en ég held að þróunin verði svo sama með háspennulínunar. Háspennulínunar, það mun koma tækni, það mun kostnaður við það mun fara niður á næstu áratugum. Þannig að við eigum eftir að sjá háspennulínur í jörðu, alveg klárlega. En það er hins vegar ljóst að hluti af loftlínum hefur verið svo lengi í notkun að almenningur veitir þeim ekki mikla athygli en í umhverfislegu tilliti er þessi framkvæmd hjá Rarik, hún er ómetanleg og sýnir náttúrulega svo ekki verður umvilst að lagning loftlína, raforkulína, er afturkræf framkvæmd. Nú orkuvinnsla og ferðaþjónusta sem atvinnugreinar þrífast báðar á nýtingu náttúrunnar og skila báðar gríðarlegum efnahagslegum ávinningi í þjóðarbúið. Umræðan eðlilega nýtingu þarf að vera hófstillt og byggð á rannsóknum og rökum en ekki upphrópunum og tilfinningum. Nýting landgæða felur alltaf í sér ákveðið rask en neikvæð áhrif þess þarf að lágmarka. Í almennri umræðu á Íslandi eru hugtökin umhverfi og náttúra oft notuð jöfnum höndum. Umhverfi og náttúra. En ég ætla að ljúka máli mínu á tilvitnun í bók Páls Skúlasonar heitins, fyrrverandi háskólarektors, sem að skilgreindi þetta með alveg snilldarhætti þegar hann sagði að náttúran er sá hluti veruleikans sem er til óháð vitund okkar og vilja
en umhverfið sá hluti veruleikan sem við mótum með athöfnum okkar og framkvæmdum. Og í þessu ljósi þá segi ég að það ábyrgð okkar að nýta náttúruna og gera manngert umhverfi okkar þannig að það veiti okkur ánægju og arðsemi til langra framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Næst ætla ég að kynna Viðar Helgason, en hann klasastjóri hjá Íslenska jarðvarmaklasanum og hann ætlar að leiða okkur inn í tækifærin í samvinnunni. Gjörðu svo vel. Ráðherra og aðrir gestir. Ég heiti Viðar Helgason og klasastjóri Iceland Geothermal og í dag ætla ég að tala tækifæri í samvinnu milli þeirra tveggja atvinnugreina sem hér eru komnar saman. Áður en byrja kynningu mínu langar mig að skipta að sjá svolítið dreifingun í salnum. Mig langar að biðja þá sem skilgreina sig sem kannski helst fulltrúa ferðaþjónustunnar að rétta upp hend. Og síðan kannski orkugeirans á móti að rétta líka upp hend. Það svona smá bjögun í þessu ennþá, en ég held að ef við myndum halda svona fund kannski eftir ár aftur, þá held ég að þessi hlutföll myndu allavega orðin jöfn eða öfug. Það árshátíð, það þvingað í gangi, þannig að við verðum að taka til þess. Nei, mér langar bara aðeins að sjá þetta. Í dag ætla ég að koma inn á nokkur grunnatriði varðandi Iceland Geothermal og íslenskt orkuumhverfi, svona smá bakgrunn, og það kannski ekki allir sem eru vel að sér í því, þó að margir eru það sennilega. Og einnig mun ég koma stuttlega inn á klasanálgun og sem mun ég koma inn á náttúrulega það sem umræðefni sem tækifæri í samvinnu. Iceland Geothermal, megin hlutverk Iceland Geothermal að kynna Ísland sem land jarðvarma og jarðvarmanýtingar og tilgangur félagsins að efla samkeppnishæfni innan hins íslenska jarðvarmaklasa með virðisauka greinarinnar og bætta nýtingu auðlindanna að leiðarljósi. Áherslur að skapa tækifæri innan jarðvarmageirans, innanlands og erlendis, stuðla að samstarfi með það að leiðarljósi að flytja út þekkingu og þjónustu, skapa alþjóðlega virðiskeðju jarðvarma til að stuðla að nýtingu auðlindarinnar á heimsvísu, skapa aukin virðisauka fyrir atvinnugreinina og þróunarlönd og síðan vernda og virða umhverfið, en núna þetta búið að uppfæra þessa skilgreiningu á umhverfi í mínum huga, ég þakka Stefáni fyrir það og það kannski ætti ég að breyta þessu í náttúru þarna. En einnig erum við með svona sem við köllum svona trivial pursuit skífu, en þetta svona verkefnaskífan okkar og þetta svona áherslu þannig hvernig flokkum við verkefni niður og það eru fjölmörg verkefni undir og hver einnig kök, en ég ætla nú ekki að fara nánar út í það á þessum fundi. Aðildarfélagar Iceland Geothermal eru hér, getið séð þá hvernig þeim skipt upp með hliðsjón af virðiskeðju jarðvarmans og hérna fræðilega skiptingin og síðan logo klasakortið okkar og þetta eru yfir 50 aðildarfélagar sem eru í jarðvarmaklasanum og það held ég nokkur skörun milli ferðaklasans og Iceland Geothermal ef horft til aðildarfélaga og vissulega í dag nú þegar mörg dæmi samstarf sennilega milli þessa meðlima sem að við flokkum undir okkar reglur. Ef við tölum sem bara aðeins klasa samstarfið, þá það náttúrulega byggt upp af fyrirtækjum, rannsóknaraðilum, menntastofnunum, fjármögnunaraðilum og síðan náttúrulega stjórnvöldum. Klasin síðan svona þyrping sem myndast og klasastjórinn málaði sem rauður og þetta non-profit organization sem talaði hennum fyrir þá sem þekkja horizontal organizational structure, þetta flatur struktúr. Eitt mikilvægasta sem ég til að árétta í þessu að klasasamstarf ekki hagsmunasamtök og klasasamstarf nákvæmlega það sem það kallað klasasamstarf og klasi mjög vel skilgreint hugtaki í fræðisamfélaginu. Ég ætla ekki að fara út í nákvæmlega hvað klasi en klasi bara klasi. Auðvitað getur hugtaki verið notað mjög mismunandi hátt og við ráðum því náttúrulega ekki. Klasasamstarf á að bæta og útvíkka og hvetja til samstarfs og stuðla að nýsköpun með því að leiða mismunandi aðila saman. Mikilvægt að slíkt samstarf vinni hratt ef að má nota það orð
og það á byggja á framtíð sín, jafnræði milli aðila og jákvæðni. Við megum ekki afskrifa lausnir og tækifæri til samstarfs einfaldlega eins og við teljum það að vera langsóttar. Við verðum að vera opin. Og það hefur verið svona nálgun sem Icelandair Thermal hefur sýnt og hefur stuðst við, og það er vissulega litað náttúrulega af formanni klasans og stjórn klasans, hvernig nálgunin hefur verið. Og samstarf er raunverulega það sem skiptir hvað mestu máli fyrir klasaframtak. Ef ég veit ekki hvort þessi réttu titill, ef ég kem aðeins inn á orkuþróun eða hvernig orka hefur byggst upp á Íslandi, og þá er náttúrulega þessi mynd frekar merkileg, og ef við segjum bara östutt frá því hvernig frumorkunotkun Íslendinga hefur verið, þá förum við úr því að vera mjög háð eldsneyti, raunum frá upphafi, þannig að frá því þetta kort byrjar 1940, og sen ef við getum svona sammæst kannski, þó það sem kannski alveg rétt svona kringu 1970, þá fer þetta svona svolítið að breytast, frumorkunotkunin. Eftir þann tíma fara Íslendingar nýta sér innlenda, endurnýtanlega orkugjafa og nær eingöngu í því samhengi ef við horfum til húshitunar og rafmagnsframleiðslu. Í dag er auðvitað, og kannski ekkert auðvitað, en í dag er raunverulega samgönguhlutin, sem skipaflotinn og bílanir, það er þeir sem að nota sér eldsneyti og olíu. En öðru leyti erum við orðin, ég meina, sjálfbær og endurnýtanlega fullkomlega. Síðan ef við tökum aðra mynd hérna, og þetta er saga jarðvarmageirans, en hún náttúrulega er mjög samofin sögu orkuiðnaðarins. Þetta er svona frekar erfitt stundum að slíta þetta sundur. En þetta er mjög yfirgripsmikil saga, og ég held að þessi öllum ljóst að atvinnugreinin hefur byggst upp á mjög löngum tíma. Og það er mikil saga og mikil þekking sem er orðið til á Íslandi, sem er merkilegt og mikilvægt er fyrir okkur að deila. Ef við drögum saman bara örfáa punta hérna, þá byrjaði hérna 1908 þegar vatn er leitt inn í bæ í Mosfellssveit. Það eru náttúrulega til sögulegar heimildir fyrir því að jarðvarmi og orka hafi verið nýtt miklu fyrr heldur en þetta, og alveg aftur á 13. öld, en við höldum okkur kannski við það sem við þekkjum raunverulega best til. Síðan 1911 þá er gufa nýtt til að hita upp hús. 1930 þá byrjar hitaveitu dreifing og hitaveitu til hitunar í Reykjavík, tengt Þvottalaugunum. 1946 er Hitaveita Reykjavíkur stofnuð og sjálfstætt fyrirtæki. Síðan er það ekki fyrir 60 árum, takk eftir, 60 árum seinna, sem fyrsti boring kemur til Ísland sem gerur okkur kleift að bora dýpra heldur en 2000 metra. Þetta eru 60 ár, þar sem Íslendingar eru að nýta sér aðrar aðferðir til að sækja jarðvarma. Og 1974 eru flest orkufyrirtæki landsins í núverandi mynd stofnuð, og ég leyfi mér að fullyrða að það fá fyrirtæki á Íslandi sem hafa lagt meira til samfélagsins heldur en nákvæmlega þessi fyrirtæki, þó ég ætla ekki að fara neitt í einhver orðalengingar hvað það þýðir og hvað ég meina með því. Aukin lífsgæði hafa fylgt þessu. Í dag eru, eins og við segjum, þetta er svona tala, allavega 90% húsnæðis hituð upp með jarðvarmaorku. Nýting jarðvarma byggt á tölum frá Orkustofnun er að spara okkur jafngildi 7% af þjóðarframleiðslu, og þetta ígildi er 3.000, nú það er dollara á hvern íbúa á hverju ári sem sparast í hitunarkostnaði þá. Á 20. öld fór Ísland úr því að vera eitt fátækasta land Evrópu í það að vera eitt þeirra landa sem nýtur hvað mesta lífsgæða í heiminum. Og jarðvarminn hefur náttúrulega spilað stóran hlut í þessum auknu lífsgæðum, og það er hægt að líta til einfaldra hluta eins og aðgengi að fersku vatni. Jarðvarminn hefur til dæmis fært mörgum svæðum aðgang að fersku vatni. Við erum ekki bara að tala hita. Við utan náttúrulega heita vatnið, séu kemur sundlaugar og séu kemur náttúrulega fjárhagsleg áhrif. Nú er ég komin inn í þannig hluta sem mér var gert að tala og það er tækifæri í samstarfi náttúrulega gríðarlega mörg, og það er erfitt kannski að velja sér hvað maður á að tala en ég hef nú engar áhyggjur á því að það verður ekki talað flest, þannig ég ákvað svolítið aðeins öðruvísi sín, og ég ætla að horfa á svona frekar stóra mynd. Ég reyna að draga upp frekar stóra mynd. Og hérna sitt ég með fullyrðingu, raforkuframleiðsla er 100% endurnýtanleg. Það er síðan eldsneyti eins og við komum inn á sem er ennþá notað í samgöngum, en að öðru leyti erum við 100% endurnýtanleg, og það er stór merkilegt.
það ekkert annað land raunverulega sem getur státað sig að því sem jafn stórt, jafn dreifbýlt að hafa náð þessum árangri. Ég fletti hana upp í gær og þetta voru svona smáríki sem hafði byggt eina stíflu og voru þá orðin endurnýtanleg. En Ísland ekki smáríki, þó við séum smáríki í þeim skilningi. Ef við setjum þetta í samhengi, og ég tel bara eðlilegt að við horfum bara til okkar næstu nágranna og það Evrópusambandið. Ég ætla ekki að tala neitt pólitískt það og við höfum getað tekið Kína, við höfum getað tekið Indland, við höfum getað tekið Afríku. Evrópa erum við sammála sem fyrir eitthvað þróað samfélag sem við náttúrulega erum mjög nálægt og Evrópa notar 3 milljónir gigawattstunda til hitunar á ári hverju. Það svona talan sem ég fann samkvæmt tölum Evrópusambandsins. Þetta jafngildir sem að 40% orkunotkunar Evrópu að fara í hitun, einhvers konar hitun og þetta jafngildir 323 gigawattum sem að jafngildir svona það bil 320 megastónum kjarnorkuverum. 320 sem fyrir hitun, kjarnorkuver. En eins og hins vegar þetta náttúrulega ekki skaffað með kjarnorku, heldur 71% af þessari orku sem við tölum hér þessum 3 milljónum gigawattstunda, hún kemur raunverulega úr brennslu á jarðeldsneyti. Og þetta Evrópa. Og þið horfið á þetta kort hérna, þá sjáum við þetta kjarnorka, þetta kol og þetta gas. Það ekki fyrir við komum upp í Skandinavíu að við sjáum eitthvað sem við myndum tala að endurnýtanlega orku. Og þetta raunverulega held ég ekki ljóst fólki almennt hvað Ísland merkilegt og þessi umræða sem á hér staðum hvernig við nýtum okkur orku ef við bara lítum til Evrópu. Við erum öfunduð af þessari stöðu sem við erum í, en þetta ekki raunveruleikinn þar, en það þýðir hins vegar ekki að jarðvarminn sé ekki aðgengilegur þar. Bara þekkingin og meðvitundin lausnina ekki til staðar og það mjög mikilvægt fyrir okkur að deila henni. Það ekki að fara mjög djúpt í þetta. Hérna ætlaði bara svona til gamans, ég veit að við skulum ekkert endur að horfa á þessar tölur, aðalega fjölda orkuvera. Það 101 kjarnorkuver í Evrópu. Það 970 orkuver sem byggja á natural gas eða gasi, síðan kolin, vatnsafli kemur stórt, það mjög mikið vatnsafl virkjanir, þetta kannski vísbending þetta litla virkjanir. Ég fór nú í tegðum eins langt og mér fannst eðlilegt og það jarðvarminn hérna þriðji neðstur og mér fannst stórmerkilegt, ég veit ekki hvort pít, það bara helmingurinn af í hálfkvist við jarðvarmann, pít, það þetta. Þeir eru að brenna bara því sem við vorum að gera hérna við aldamótin síðustu eða þar síðustu. Það í helmingu við jarðvarmann, þetta frekar merkilegt fannst mér. Hvað getum við gert strax? Ég vel að tala út á loftslagsmálum og ég held að það sé eðlilegt eins og það eitt stærsta vandamál nútímans og leiðtogar heimsins að horfa til þeirra landa sem hafa náð árangri í minnkun losunar á gróðurhúsalofttegundum. Það það sem fólk að horfa á. Og það ástæðan fyrir að klasan eins og Geodeep, franski klasinn og aðrir aðilar að koma hér til Íslands og horfa hvað eru Íslendingar að gera, hvernig hafa þeir náð þessum árangri. Klasanum 2 geta því farið í mínum huga í sameiginlegt átaki að kynna Ísland sem land endurnýtanlegra orkugjafa, mögulega þetta henda fram konseptum eins og Reykjavík, the renewable capital of the world og ég held að það sé mjög viðeigandi að menn skoði það alveg að fara að ríki, ANR, Orkustofnun, Íslandsstofa og klasanir og meðlimir klasana fari í raunverulega að skoða heildstætt átaki að kynna landið undir þessu formerkjum. Þetta raunverulega það sem við höfum fram að færa í þessari stóru heimsmynd sem kemur á loftslagsmálum. Marka sameiginlega stefnu að upplýsa bæði Íslendinga, en við þurfum líka að upplýsa Íslendinga raunveruleika, hver staðan bæði góða og slæma hluti og erlenda ferðamenn hvernig Ísland hefur nýtt sér sínar auðlindir til að stuðla sjálfbærni, byggja upp samstarf milli ríkis og atvinnulífs og markviss kynning á landinu undir slíkum formerkjum eins og ég nefnt. Hvað styður við slíkt? Þetta kannski svona almennt bara. Mannvirki orkugeirans og auðlindirnar eru til staðar. Það búið að byggja þetta. Og auðlindirnar náttúrulega og hafa alltaf verið til hér. Samgöngur á þessu svæðum eru góðar. Aðilar orkugeirans sem vilja kynna sína starfsemi eru sterkir samstarfsaðilar. Það alveg augljóst. Og kjarnastarfsemi þeirra ekki ferðaþjónusta. Þannig að það augljóslega samstarfstækifæri þar. Uppbygging auðlindagarða sem var sagt frá hér og eftir og önnur sambærileg verkefni eru gríðarlega áhugaverð að segja og segja frá. Við höfum einfaldlega svo ótrúlega margt að sýna og segja frá sem okkur ber raunverulega skylda til að deila með umheiminum. Þetta ekki prívat mál Íslendinga. Sérstaklega á þessum
tímum sem við lifum í dag. Ferðaþjónusta og orkugeirinn skarast þegar kemur að því að kynna, sýna og miðla reynslu þjóðarinnar að sjálfbærri nýtingu auðlinda. Ég ánægður með hvað margir komið inn á þetta. Ég átti nú samtalið Baldur í Orkustofnun og þessi svarthvíta mynd sem er oft dregin upp. Umræðan er ekki og á ekki að vera svört og hvít. Og það kemur að umhverfismálum, verndun, auðlinda og slíkt. Við eigum ekki að skipta okkur upp í fylkingar, umræðan verður að vera opin, nýting og verndun auðlinda felur í sér tækifæri í báðum tilfellum. Ferðaþjónusta og orkunýting er ekki andstæða, mörg bestu showcase ferðaþjónustu eru einmitt þar sem þessar tvær atvinnugreinar mætast. Síðan í lokin bara rétt að sýna þær ráðstefnur sem Iceland og Thermal hefur verið að koma að og standa fyrir. 2013 ráðstefnan er náttúrulega framundan, þar sem við erum að horfa á jafnvel 800 manns að koma hér sem náttúrulega samstarfsverkefni raunverulega tengt ferðaþjónustu. Stefnum á ráðstefnum 2018 og síðan náttúrulega heimsráðstefnum 2020 sem er gríðarlega stór viðburður. Ég ætla að enda á þessu og þetta er raunverulega það sem að kynning Iceland og Thermal endar alltaf á og ég held að það sé mjög viðeigandi orð í dag. Ég þakka fyrir mig. Takk. Takk fyrir þetta, Viðar. Það er kannski eftir því að ég er ekki að hleypa spurningum að, við erum svolítið sein á dagskráni, þannig að við reynum bara að þjappa þeim aftan við dagskrána. En næst er Ásta Kristín Sigurjónsdóttir og hún er klasastjóri Íslenska ferðaklasans og hún ætlar að fara í verkefni til framtíðar. Ráðherra og góði gestir, kærar þakkir fyrir að vera hérna með okkur í dag. Það er alltaf gaman að hrinda af stað ákveðnum verkefnum og fara að ræða meira til framtíðar, hvar við erum stödd í dag og hvert við viljum stefna. Ég er eins og kom fram klasastjóri Íslenska ferðaklasans og tek að mér bara að vera með erindi til að tímajafna. Viðar fór mjög vel yfir mörg atriði sem snerta þessa klasa sameiginlega og ég ætla svo sem ekki að fara að endurtaka neitt í þeim efnum. Bara aðeins örstutt það hvað við erum og það kemur líkt í rauninni í allri hugmyndafræði við jarðvarmaklasann og okkar helstu markmið eru þau að auka samkeppnishæfni og auka verðmætasköpun íslenskrar ferðaþjónustu og vera málsvari hennar og tala hennar máli. Við erum í dag með 35 aðildarfélaga og erum að sjálfsögðu opin fyrir öllu samstarfi. Við erum drifin áfram að verkefnamiðaðan hátt. Við viljum í raun og veru leiða þessa aðila saman til þess að þeir hittist á þeim grundvelli sem þeir oftast kannski hittast ekki á og fái þar tækifæri til þess að tala saman og efla bæði samskipti og búa til ný tækifæri og ný verkefni til þess að fara fram á völlin með. Áherslurnar á árinu 2016 og við höfum líka svona fallegan Trivial Pursuit hring sem er verkefnastofnun okkar. En þetta eru áherslurnar á árinu 2016. Það er að ræða fjárfestingar í ferðaþjónustu og það var mjög stór og flott ráðstefna fyrir 2 vikum síðan sem að fjallaði meðal annars þetta og við þurfum að taka samræðuna síðan áfram. Síðan er það að ræða sérstöðu svæða og hvar við getum í raun og veru fundið þessa segla, byrjað að fjárfesta, dreifa fjárfestingunni og annað slíkt. Og síðan er það ábyrg stjórnun og aukin verðmætasköpun. Aðeins út frá þessari mynd tækifæri í samvinnu og hvar við í raun og veru finnum þessa punkta. Það er í raun og veru þegar þessir fletir snertast, þegar við erum með vörur fyrir ferðaþjónustu aðilar og fyrirtæki, nýta auðlindir í samfélögum sem hafa ákveðnar þarfir sem þú þarft að mæta. Það er þarna sem við erum að tala í raun og veru aukna verðmætasköpun, þarna verður nýsköpun, þarna verður í raun og veru eitthvað sem ekki var áður. Og þetta tengist í raun og veru gríðarlega oft eins og við höfum oft áður rætt í rauninni hvernig við nýtum auðlindirnar okkar og hverjir nýta þeir og fyrir hverja. Og það er að taka mörg ótrúlega skemmtileg dæmi, mörg sem eru ennþá í vinnslu, önnur sem eru komin lengra. Til dæmis verkefni núna sem er verið að vinna á Austurlandi Ylströnd. Við þekkjum dæmi Nauthólsvík í Reykjavík, hvernig það er nýtt. Friðheimar í Bláskógabyggð, þeir nýta í raun og veru ótrúlega mikið fjölnýtingu jarðvarmans, þeir eru með ræktun, þeir eru með ferðaþjónustu, þeir byggja ótrúlegri hugmyndafræði í raun og veru gegnum söguna, hvernig þeirra
viðskiptavinur þeirra ferðamaður kemur og leiddur í raun og veru í gegnum alla virðiskeðjuna sem gríðarlega spennandi. Við erum með Jarðböðin í Mývatnssveit, við erum með Bláa lónið, við erum með Secret lagúnið og allar sundlaugarnar eins og Ragnheiður kom inn á og fleiri hafi komið inn á. Síðan erum við með virkjanir, víðsvegar og vega uppbyggingu og aðgengi sem annars væri ekki til staðar. Þannig að við getum í raun og veru byggt upp enn frekar. Og svo líka sem að þarf að koma inn í þessu umræðu með aðgengi, að við þurfum líka aðgengi fyrir alla. Ekki bara fyrir okkur sem hefum flotta fína jeppa og getum farið hver sem eða getum leyft okkur öðruvísi ferðamáta, heldur eru aðgengismál fyrir gríðarlega margan og stóran hóp líka atriði sem við þurfum öll að bera ábyrgð á að horfa til. Hér eru bara svona nokkur dæmi það sem ég hef komið inn á kannski og á eftir það aðrir eftir að koma betur inn á. Mér langar, það svo margt sem þegar maður fyrir að skoða þessi efni, það svo margt sem manni langar að segja frá og í rauninni nánast 90% af því sem maður einhvern veginn að taka inn þegar maður fyrir að horfa á ferðaþjónustuna og hverjir að nýta hvað og í hvaða tilfellum, að þá ertu að horfa á auðlindir sem eru á einhvern hátt beintengdar orku eða orkunýtingu eða uppbyggingu orku auðlindum. Þannig að það er ótrúlega gaman í rauninni að sjá hvernig við svona náum að tengja þetta alltaf í heilan hring. En bara rétt aðeins í lokina því að ég lofaði að taka ábyrgð á tímajöfnun, að þá eru svona nokkrar spurningar sem er svolítið gaman að varpa fram. Í rauninni fyrsta þessi, hvar væri íslensk ferðaþjónusta án orkuauðlinda þjóðarinnar? Hvað værum við þá að sýna eða hvaða sérstöðu byggðum við þá á? Það er svolítið gaman að horfa, til dæmis Bláa lónið hefur oft verið nefnt og það er ekkert kannski ástæðulausu, það er gríðarleg uppbygging og gríðarlega mikil og góð vinna sem að þar hefur verið lagt í og er í raun og veru ennþá í fullum gangi. Það má taka inn í þá umræðu aðgangsstýringu og svona ákveðna stjórnun og aðstæðum sem þau hafa tekið upp. En bara ef við horfum á það hvað okkar ferðamenn gera og gestir, að þá eru yfir 75% ferðamanna sem að sækja Bláa lónið heim, sem að koma og lenda hér, sérstaklega í Keflavík. Ef við berum það saman við París, þá eru 40% þeirra gesta sem koma til Parísar sem fara í Eiffel-turninn. Þannig að þetta er gríðarlega hátt hlutfall þeirra og það eru sennilega yfir 90% allra gesta sem nýta einhvers konar orku eða upplifa eitthvað í kringum orkuauðlindir sem að koma til landsins. Svo er þetta spurningin svona í okkar út af við markaðssetningu, hvað nær til hins upplýsta ferðamanns. Það eru mikla vísbendingar það og við vitum það þetta sjálf að svona hinn upplýsti ferðamaður sem að Íslandsstofa er að leggja áherslu á að við náum til. Við viljum ná til hins upplýsta ferðamanns og það er ferðamaðurinn sem að veit þó nokkuð mikið. Hann gerir sér mikla grein fyrir því hvernig sjálfbærni samfélagana verður til og hann í raun og veru veit áhrif þess að nýta endurnýjanlega orkugjafa og svo framvegis. Það eru líka mikla vísbendingar það hvað ferðamaður framtíðarinnar er að hugsa. Það eru svona ákveðin trend í gangi, það eru svona ákveðin energy trend, það eru vísbendingum það og við vitum það auðvitað hér að fólk er orðið mun meira bara meðvitað sín kolefnaspor og hvernig það getur haft áhrif á það. Og hvaða þarf þannig að Ísland verði sjálfbært orkuland og kannski eins og við að koma inn á að við tökumst öll saman á það að kynna landið okkar þannig út af við, að þá eru þær staðreyndir algjörlega fyrir hendi að við byggjum í dag á ríkum náttúrulegum auðlindum og erum mjög sterkan menningarlegan arf beintengdan fjölnýtingu orkugjafa og til viðbótar við það þarf síðan samvinnu aðila eins og ég ætla ekki að segja ólíkra aðila því að það er í raun og veru alls ekki þannig og stjórnvalda auðvitað og þeirra aðila sem að Íslandsstofu, ferðamálastofu og þeirra aðila samtaka ferðaþjónustunnar og orkufyrirtækjana og allra slíka. Það er okkar allra að taka höndum saman um þetta verkefni. Og svo er líka spurningin hvernig erum við að nýta þessa sérstöðu í dag? Eru fyrirtæki í ferðaþjónustu til dæmis að nýta þetta til fulls að aðgreina sig með þessum hætti? Eru til dæmis hótel og gististaðir að markaðssetja það sérstaklega? Hvernig í raun og veru þeir gestir sem eru hjá þeim eru að nýta orku öðruvísi heldur en annar staðar og svo framvegis og í gegnum matvælaframleiðsluna, hvernig erum við að segja söguna? Erum við að segja hana algjörlega frá upphafi þannig að hún í raun og veru nýtist okkur sem þessi sérstæða sem hún er?
Og svo megum við heldur ekki gleyma því að það eru líka köld svæði á Íslandi sem að hafa ekki þessar auðlindir, kannski geta ekki nýtt sér þær eins og kannski önnur svæði. Og þar eru þetta tækifæri líka í orku. Það þarf bara að hugsa það aðeins öðruvísi. Það eru í gegnum varmadælur, sjódælur, vatnsafl og annað sem að þarf í raun og veru að huga að í þeim efnum. En þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra. Kærar þakkir. Það var eins og ég var með skeiðklukkan á henni. Takk fyrir þetta, Ásta. Þá ætla ég að bjóða næstan í pontu Ásbjörn Björgvinsson, en hann framkvæmdastjóri LAVA, sem nýtt eldfjalla og jarðskjálftasetur á Hvolsvelli, ekki satt? Gjörðu svo vel. Ráðherra Ragnheiður Elín, ég leiðist aldrei að segja það því að ég á 2 dætur og þær heita Ragnheiður og Elín, en gaman að fá að vera með okkur hér í dag til að kynna þetta verkefni sem að ég hef unnið að núna vel á annað ár. Eldfjallamiðstöð sem við ætlum að fara að reisa og byggja á Hvolsvelli, sem byggir auðvitað á náttúru og orku, ekki bara Íslands heldur hnattarins okkar. Þannig að við erum fyrst og fremst að fara í djúpa fræðslu og kynningu á þeim náttúruöflum sem skapað hafa landið okkar, sem mynda alla þá orku sem við eigum í dag, og þetta erum við að vinna í miklu og góðu samstarfi við vísindamenn í Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands, Veðurstofu Íslands, almannavarna og annarra þeirra sem að þessu koma, ásamt því að tengja okkur líka við Kötlu jarðvang sem mjög skemmtilegt verkefni sem uppbyggingu á þessu svæði. En undirbúningur að svona verkefni gríðarlega mikilvægur og það þarf að gefa sér góðan tíma í að leggjast í rannsóknir, og það var byrjað á því sem að kanna bakgrunn svæðisins og ferðahegðun ferðamanna og flæði þeirra svæðið. En í mínum huga þetta ekki hægt að dreifa ferðamönnum, við getum laðað á til okkar, og það sem við ætlum að reyna að skapa þarna nýr segull á Suðurlandi, þar sem við finnum saman fræðslu og upplifun, ásamt því að vera þá líka með aðra þjónustu í byggingunni sem tengist á veitingum og verslunarrekstri, sem verður reyndar ekki á minni könnu heldur, ég fyrst og veist að horfa til þessara fræðslusýningar eða upplifunarsýningar eins og við köllum hana. Ástæðan fyrir því að við veljum Hvolsvöll þetta stutt og auðfarin leið frá Reykjavík á öllum árstímum, og síðan ekki síst vegna þessara eldstöðva sem eru í nágrenni og allar sýnilega frá Hvolsvelli. Þannig að við hugsum þetta að þetta í alfara leið, þjóðvegurinn gengur og liggur í gegnum þorpið, og þaðan sjáum við til allra þessara eldstöðva sem við vitum í dag að 2 þeirra eru að komnar á tíma eða það bil á tíma, þannig að það mun alltaf á endanum gjósa, það vitum við. Við vonum að afleiðingarnar verði ekki stórar eða alvarlegar, en þær mun alltaf vekja heimsathygli eftir gosið í Eyjafjallajökli sem kom okkur á kortið og gerði það verkum að það urðu ansi margir sem allt í einu vissu hvar þessi eyja væri á hnettinum. Því að eftir ferðalög út allan heim þá var maður vel var við það að við erum nánast hvergi til, og það eru fáir sem vita á okkur. En þetta ákvörðun að fara inn á Hvolsvöll með þetta. Nú búið að full fjármagna verkefnið og við erum vonandi að fara að hefja framkvæmdir innan einhverja 1-2 mánaða, og við verðum staðsett við alfara leið við þjóðveg 1 á lóð sem tóm í dag við hliðina á háspennu virki sem hér reynda búið að fjarlægja þessari mynd, því að það að fara í byggingu, að hverfa og fer í byggingu sem verður hér norðaustan við þetta svæði, og loftlínur á milli Hellu og Hvolsvellir eru þegar komnar í jörðu og hafa bætt útsýni þarna upp að Heklu sérstaklega í þá áttina, og eitthvað af loftlínum sem liggja þarna þessu spennuvirki munu eitthvað fara í jörðu þarna einhverja 100 metra frá þorpinu, sem að mínum auðvitað eykur sjónræna áhrifin þegar þú ert komin upp á þak á byggingunni, því að þaðan verður útsýnispallur sem við getum leyft fólki að fara upp á og sjá þá út í Vestmannaeyjar, upp í Kötlu, Eyjafjallajökul og upp til Heklu, og auðvitað Tindfjalla líka á góðum degi. En
hugsunin okkar í þessu verkefni semst fyrst og fremst að miðla þarna til ferðamanna alls konar upplýsingum og fræðslu og þetta svona gróf grunnmynd af húsinu þar sem við verðum með í miðjurými húsins fræðslu miðstöð sem að tengist við upplýsingakerfi Veðurstofu Íslands vöktun á öllum eldstöðvum og jarðskjálftum á landinu okkar og það verður í rauntíma sem við munum deila þeim upplýsingu til ferðamanna með einhverju smá seinkun út frá reglum Veðurstofunar en þetta verða svona þau virkustu svæði sem eru með vöktun sem við viljum reyna að miðla þá upplýsingum til ferðamanna og síðan í tengslum við almannavarnir munum við verða með upplýsingar allar rýmingaráætlanir sem tengjast Kötlugosum eða öðrum náttúruhamförum og líka gagnvart veðri og öðru sem getur komið til á svæðinu og þarna verður Safe Travel með okkur með mjög áberandi upplýsingar öryggi ferðamanna. Þannig að við ætlum að vera jafnframt upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn á svæðinu ásamt því að deila upplýsingum aðrar sýningar og setur sem að fjalla þennan þátt í náttúru Íslands, hvort sem það eldheimar í Vestmannaeyjum eða Þorvaldseyri eða Heklusetur eða jarðfræðisetrið hans Haraldar á Stykkishólmi eða jarðskjálftasetrið á Kópaskeri. Þannig að við ætlum að reyna að miðla þessu og reyna með þessum hætti að stækka kökuna fyrir okkur öll. Það kannski megin og grunn hugsunin. Við verðum með þarna líka þau 250 manna veitingastað og síðan verslun sem að tengist þessu líka. En ég ætla svo aðeins að fara með ykkur inn í þessa sýningu okkar sem liggur hér upp til vinstri og svo fyrirlestrar á kvikmyndasalu sem verður þarna líka í tengslu við þessa byggingu. Og þegar við komum inn í anddyri þá verður þetta það byrð 300 fermetrar sem við verðum að plássi fyrir upplýsingar til ferðamannana. Við verðum með mikla gagnvirkni í allri sýningunni. Gagarín, markmiðlunarfyrirtæki að vinna með okkur í þessu og þetta byggir allt á því að fólk verður þátttakandi í sýningunni. Það mun með eigin hreyfingum eða aðgerðum skapa og kalla fram upplifun sem það mun finna, hvort sem það sjónræn eða út frá heyrn eða jafnvel bara húðinni því að við ætlum að leika okkur með hita, kulda, hljóð og titring jafnvel líka. Þannig að það ýmislegt sem við ætlum að búa til þannig að fólk fái þessa upplifun sem þarf til að laða fólk til okkar. Og þegar þú ferð úr andyrinu og inn sögugangin okkar sem liggur inn að fyrsta sýningarýminu að þá þetta veggur sem verður með ákveðinni margmiðlun og deilir upplýsingum alla þekkt eldgos á Íslandi frá 1902 til okkar daga. Og þetta verður semst ákveðið flæði sem að þú lappar í gegnum og þú munt skapa ákveðin sjónrænu upplifun eftir þess að þú lappar inn ganginn. Og inn að fyrsta rýminu þar sem við ætlum að fara og fjalla raunverulega stóru myndina, semst hvernig plötuhreyfingar í gegnum ár 100 milljónir hafa semst gert það að verkum að möttulstrókurinn sem undir landinu okkar hefur skapað ýmislegt á þessum tíma. Hann semst fasti punkturinn í tilverunni en við erum öll á floti og höfum flotið yfir þennan möttulstrók fyrir einhverjum 15-20 milljónum ára og þegar hann fór að kyssast á við Norður-Atlantshafshrygginn og Ísland myndaðist. Og þetta ætlum við raunverulega að útskýra með gagnvirkum hætti, með tímalínu á tímahjóli sem fólk getur þá horft á hvernig þessi hreyfing hefur átt sér stað á þessum milljónum ára og hvernig Ísland raunverulega varð til. Og það svona upplifun sem við ætlum að reyna að koma til skila og tengist síðan kannski heitasta herberginu í sýningunni sem ég kemur að þetta rétt á eftir. En á leið þangað inn þá lappar fólk alltaf í gegnum ákveðna ganga, þetta svona eins og völundarhús og næst lappar við í gegnum lítinn gang sem 8 metrar langur og hann verður semst á floti og þar mun fólk verða fyrir semst áhrifum af jarðskjálftum eða titringi, höggum og hljóði og vindi jafnvel líka. Þannig að upplifinu verður semst að þú ert að fara í eitthvað sem eitthvað stórkostlegt. Og þá komum við inn í rými sem að verður kannski hjartað í sýningun okkar sem möttulstrókurinn sem undir landinu og tengist öllum jarðhræringum af stórum hluta en kemur kvikan af fleiri stöðum en möttulstrókurinn raunverulega það sem hefur skapað landið okkar
og í þessu rými sem verður 12 metra hátt, við erum hérna inn í sal sem verður cirka 6 til 7 metrar, til þess að gefa ykkur svona hugmyndin stærðarskalan, að þá verður búið að skapa þarna inni ákveðið listaverk sem að verður sem sagt sjónræn upplifun á kvikuflæðinu úr möttli jarðar og upp undir Ísland, og efst sem sagt Ísland í þakinu, baklýst með norðurljósum eða einhverjum öðrum lýsingaraðferðum sem við hugsanlega þurfum að leika okkur með dagreiningu og sólina og svo kvöldróðan og svo norðurljósin, að gefa fólki þessu upplifun og síðan speglum við strókinn semst áfram niður með ákveðnu speglakerfi, þannig að hann virkar eins og hann sé að fara endalaust niður. Og þú kemur inn á cirka 4 metrar hæð og getur labbað hringinn í kringum hann, en þú mynd sjá hreyfinguna og þetta herbyggi verður mjög heitt. Þú ferð ekki kannski úr fötunum, en allavega þér verður hlýtt þarna inni. Þannig að þú finnir aðeins þessi hughrif af þessu flæði kvikunar upp undir landið okkar. Nú síðan ferðu aftur í gegnum annan gang og þá verður það gert með ákveðinni tækni að þú ferði í gegnum svona mistur sem verður auðvitað bara nýtt með lýsingu og ákveðinni tegund af gufu sem að gefa þér svona tilfinningunni það að þú ert að fara í gegnum einhvers konar ösku mistur eða eitthvað slíkt. Og þaðan kemur inn í annað rými þar sem við erum að skapa landslag og veita fólki upplýsingar með gagnvirkum hætti á öllum þeim tegund með eldgosa sem við þekkjum og hafa átt sér stað hér á landi, þannig að þetta verður allt byggt á því að þú takir þátt í að gera hlutina og kalla fram upplýsingar áhrif og hvað áhrif þau hafa á landslagið okkar og líf okkar og náttúruna auðvitað alla. Þannig að þarna verður fyrst og fremst gagnvirk bara miðlun og síðan ferðu í gegnum annan gangi viðbót og þá ferðu raunverulega í gegnum gang þar sem að þú munt sjá hraunflæði flæða undir fótum þér, þú munt finna hitageislunina af því og heyra hljóðin þegar hraun að velta fram. Þannig að þetta er svona kvikugangur sem við ætlum að leyfa fólki að labba í gegnum. Á leið sinni inn í síðasta sýningarrýmið sem að byggir á þrívídda landslagi. Þetta er reyndar ekki rétta landslagið, tek það bara fram. Þetta er bara frá hönnuðinum okkar sem hann er að leika sér með þessa mynd, en þarna verður semst landslagið sem við sjáum frá Hvolsvelli upp í Heklu, Tindfjöll, Kötlu, Eyjafjallajökul út í Vestmannaeyjar. Við sýnum semst þennan sjóndeilda hring og með bakverkum hætti þá með fólk geta kalla fram upplýsingar þessar eldstöðvar, hvenær gusu þær, hvenær má ætla að gjósi aftur, hvað gerðist þá og leið munum við vísa fólki á þessan áfangastæði þar sem frekari upplýsingar að finna þessar eldstöðvar eins og til dæmis eldheima í Vestmannaeyjum. Nú síðan þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta rými þá hefur við tæki frá því að fara inn í ákveðin upplifunarsal þar sem við verðum með íslenska náttúru kannski fyrst og fremst að höfuð ljósi að kynna íslenska náttúru og þau eldgos sem eru kannski í gangi á hverjum tíma eða það heitasta sem til og förum síðan yfir í einhvers konar norðurljósa sýningu líka sem er reyndar orðið mjög vinsælt að gera, maður heyrir að þeim víða. En þetta allt partur af því að gefa fólki tækifæri á að fá alls konar upplifanir og fólk mun hafa tækifæri á því annars vegar að sitja í góðum sætum eins og hér eða leggjast bara hreinlega í einhverja grjónapung á gólfinu og njóta þess með því að liggja eins og þetta fólk á myndinni gerir. Nú síðan þegar þú ert búin að skoða sýninguna þá getur þú semst farið upp á þak á byggingunni og þá ertu komin í cirka 12 til 13 metra hæð yfir sjávarmál eða allan yfir byggðina á Hvolsvelli. Og þá hefur þetta útsýni á þessa staði, raunverulega við sjáum nú ekki Vestmannaeyjar svona nálægt okkar eins og á þessari mynd, né heldur Heklu, Kötlu segi fyrirgefðu, en önnur fjöll eru mjög sýnileg frá þakbyggingunni. Nú síðan ætlum við og erum að vinna með öllum þeim ferðaþjónustu fyrirtækjum sem við átt samstarf við og samtal við undanfarin ár afþreyingu á svæðinu sem byggir auðvitað á því að fara náttúru Suðurlands út í Vestmannaeyjar og að upplifa svæðið allt og þar ætlum við að miðla semst fræðslu og upplýsingum til ferðamanna og selja raunverulega í þessar dagsferðir sem að fólk getur þá skroppið í og annað sem að tengist náttúru svæðisins. Þannig að það er það sem við teljum okkur og okkar hlutverk vera að miðla og fræða fólk það sem er í boði ásamt því að það geti tyllt sér niður og fengið sér eitthvað gott að borða eða kaffisopa eða kíkt í verslun rammagerðarinn sem verður þarna inni hjá okkur. Þessi mynd er reyndar úr Keflavík en rammagerðin sem verður með verslunina í þessari byggingu okkar.
Ég ætla ekki að hafa þetta lengra vegna þess að síminn minn fór að hringja, já, af því ég glemdi að slökkva á honum, en þakka kærlega fyrir mig. Mjög áhugavert verkefni hjá Ásbirni. Takk kærlega fyrir þessa kynningu. Kristín Vala Matthíasdóttir er framkvæmdastjóri Auðlindagarðs HS Orku. Hún ætlar að fara að kynna okkur aðeins fyrir honum og uppbygging og þróun hans. Kristín. Já, takk fyrir ráðherra og aðri góðir gestir. Mig langar í rauninni að byrja bara á því að þakka báðum plösunum fyrir þetta tækifæri að fá að koma og kynna það sem við erum að gera til fjölnýtingar á auðlindunum hjá HS Orku og ætla aðeins að fara í gegnum þennan auðlindagarð og þessa auðlindagarðshugsun. En auðlindagarðurinn er barn Albert Albertssonar. Albert Albertsson er hugmyndasmiður HS Orku en er jafnframt stjórnarformaður jarðhitaklassans. Þegar ég var að segja honum í gær að ég var að fara að kynna þetta á þessum vettvangi þá sagði hann, já Kristín Vala, það er ekki langt síðan að það var hlegið að mér þegar ég viðraði þessa hugmynd. En við skulum skoða hvað þetta er. HS Orka var stofnað eins og áður hefur komið fram að eins og flest önnur fyrirtækin kringum 1974 þá sem Hitaveita Suðurnesja. Og tilgangurinn var í upphafi að vinna jarðhita til húshitunar og raforkuframleiðsla hófst bara sem hliðarafurð. Það var í kringum 1978. Fyrirtækinu var svo skipt upp 2004 í samræmi við raforkulög og var það skipt upp í dreifingu, HS Veitur og framleiðsla sölu sem HS Orka. Framleiðslugetan okkar í dag eru 174 megavött í 2 jarðvarmaverum. Ég veit ekki hvort ég vil kýsa að kalla þetta frekar jarðvarmaver heldur en virkjanir. Þetta er bara spurning hugtakanotkun. Og við framleiðum jafnframt 190 megavött í varmaorku sem er til húshitunar hjá sveitarfélögunum á Suðurnesjum. Við erum 3. stærsta orkufyrirtækið á Íslandi og jafnframt það eina sem er í einkaeigu. En nýting jarðvarma er áskorun, held ég alls staðar á landinu. Og nýting jarðvarma á Reykjanesi hefur í rauninni frá upphafi verið áskorun. Og þessar áskorun hafa í rauninni mótað fyrirtækið okkar frá upphafi. Vökvinn er mjög saltur sem við erum að nýta og hefur haft í för með sér útfellingar og fleira og þetta hefur í rauninni hvatt fólkið okkar frá upphafi til þess að hugsa í lausnum. En hvert svæði er líka með sínar áskoranir. Það eru ólíkar áskoranirnar í Svartsengi og Reykjanesi. Kenniorð auðlindagarðsins er samfélag án sóunar. Í rauninni það að við eigum að nýta allt það sem auðlindin gefur af sér. Markmiðin okkar eru þetta varfærni í umgengni við umhverfi og auðlindir. Við ættum kannski að breyta þessu í náttúru og auðlindir út frá fyrri erindum, aukin hagsæld, því fjölnýting á auðlindum skilar sér inn í samfélagið. Og ég þreytist ekkert að segja frá því að í orkuverunum starfa 35 manns, í auðlindagarðinum starfa yfir 600 manns í dag. Þetta skilar gríðarlegum arði til samfélagsins og jákvæð og markviss samfélagsþróun. Hér sjáum við auðlindastraumana okkar. Venjuleg jarðvarmaver eða önnur orkuvinnsla hefur yfirleitt einungis einn straum, raforkustraum og þar af leiðandi einn tekjustraum. Myndin er aðeins önnur hjá okkur, hjá HS Orku, en við höfum í rauninni þessa 7 strauma. Við framleiðum heitt vatn til húshitunar. Við erum með jarðsjóinn eða brænið eins og við köllum sem er skiljusjórinn okkar og er náttúrulega nýttur af Bláa lóninu í dag sem allir þekkja og hefur verið tíðrætt hér í dag. En við erum jafnframt með heitan sjó og heiti sjórinn kemur af því að orkuverið út á Reykjanesi er sjókælt. Eimsvalar virkjunarinnar eru kældir með sjó sem kemur inn, er sóttur í borholur skammt frá ströndinni, kemur inn í orkuverið 8 gráðu heitur og fer frá orkuverinu 35 gráðu heitur. Þessi 35 gráðu heitur sjór fer svo til stærsta fiskeldis landsins sem heitir Stolt Sea Farm og þeir rækta þar hlýsjávarfisk sem vex best við 21 gráðum. Þetta er líka jafnframt einn dýrasti fiskurinn á landinu. Kalt vatn
Við framleiðum ekki kalt vatn, við vinnum kalt vatn fyrir sveitarfélögin á Suðurnesjunum. Raforka að sjálfsögðu. Gufa, nokkra fyrirtækjunum innan garðsins, þau nýta gufu í sína framleiðslu. Og svo koltvísýringur, en það eru 2 fyrirtæki, Bláa lónið og Carbon Recycling International, sem að nýta koltvísýring í sína framleiðslu. Í öllum þessum straumum er verið að breyta einhverju sem áður hafði kannski verið affallstraumar eða hrakstraumar yfir í háverðmæta vöru eða þjónustu. Ég ætla að sýna ykkur hérna myndband, þetta er 3 mínútna langt myndband sem að fer svona aðeins í gegnum auðlindagarðinn. Ég leiði ykkur aðeins í gegnum þetta. Þetta er á ensku, en ég reikna nú með að flest allir kunni ensku. En þetta er í rauninni að nýta þá strauma sem streyma inn og út úr þeim fyrirtækjum sem að starfa í garðinum. Við höfum verið að sýna þetta myndband víða á ráðstefnum erlendis og fyrir útlendinga, þess vegna er þetta á ensku. Hérna sjáðu þið staðsetninguna og þau fyrirtæki sem starfa í kringum jarðvarmaverun okkar. Þau fyrirtæki sem að starfa innan garðsins, þau nýta öll með beinum hætti 2 eða fleiri strauma sem koma í rauninni beint frá jarðvarmaverunum. Hérna sjáu þið hvernig þeir flæða frá vinnslunni, vinnslu HS Orku og yfir til fyrirtækjana. En ég get jafnframt nefnt það að ef ekki væri fyrir vinnslu HS Orku á þessum svæðum, þá væri flest þessar fyrirtækja ekki starfrækt í dag. Hérna fljúgum við svo yfir auðlindagarðinn sem að sýnir okkur hversu nálægt þetta er. Hérna sjáum við Bláa lónið, lækningalind Bláa lónsins og rannsóknar og þróunarseta Bláa lónsins, það hefur verið komið inn á það hversu gríðarlega mikil nýsköpun er innan Bláa lónsins. Northern Light Inn, þarna er hótel við hliðin á jarðvarmaverunni í Svartsengi. Hér birtist svo Carbon Recycling International sem framleiða endurnýjanlegt metanól úr koltvísýringi sem þeir fá frá vinnslunni í Svartsengi. Orf líftækni, þekkja flestir. Hér eru komin á Reykjanes, þar eru 2 hausaþurrkunarfyrirtæki, Haustak og Hátegur. Og að síðustu sjáum við hér Stolt Seafarm, stærsta fiskeldi landsins. Hér sjáum við svo smá svipmyndir af þeirri starfsemi sem er í garðinum. Hér er Stolt Seafarm og Senegal-flúran sem þeir eru að rækta, gríðarlega verðmætur fiskur. Rannsóknar og þróunarseta Bláa lónsins og öll sú þróunarvinna og nýsköpun sem á sér stað þar. Að ógleymdum HS Veitum sem að dreifa heitu og köldu vatn og raforku í sveitarfélögunum í kring. Hér eru hausaþurrkunarfyrirtækin, full vinnsla á fiskafurðum, útflutningur til Afríku, Orf líftækni. Hér sjáðu þið svo hótelið og útsýnið út matsal hótelisins yfir jarðvarmaverið. Þetta er Carbon Recycling International. Og að síðustu er hérna Bláa lónið. Og þetta er Bláa lónið eftir þær breytingar sem þau fóru í gegnum núna í janúar. En það er sem sagt ekki til neitt sem við köllum úrgang. Þetta er spurning hugsun. Hér sjáum við svo aftur straumamyndina. En framtíðin hjá okkur. Öll fyrirtækin eru í miklum þróunar og vaxtarfasa og við sjáum jafnframt fram á fjölgun fyrirtækja innan garðsins og hérna eru svona nokkrir af þeim straumum sem við erum að vinna að en kísillinn, við vinnum að því nú í dag að þróa tækni þess að fella út kísil úr jarðhitavökvanum út á Reykjanesi, ferðaþjónusta,
Ég held að við séum með eitt besta dæmi sambýli, orkuvinnslu og ferðaþjónustu í Svartsengi. Þarna koma, eins og áður hefur komið fram, 75% af öllum þeim ferðamönnum sem hingað koma til landsins. Ég stundum segi frá því að eins og Ragnheiður Elín kom inn á að Bláa lónið hefði eflaust ekki verið leyft í dag. En samkvæmt íslenskum lögum í dag Bláa lónið skilgreint sem iðnaðarskólp. Bara hafa það í huga þegar næst hefur farið að baða ykkur þarna. En þetta hefur jafnframt verið útnefnt sem eitt af 25 undrum veraldar af National Geographic. Þannig að þetta bara spurning hvernig við setjum hlutina fram. Varmi affallsvökva. Við erum að byggja lögn til sjávar og það mun fiskeldi nýta þann varma og vinna varma úr þeirri lögn áður en að straumur fer til sjávar. Jarðhitagas. Það gleður mig að geta sagt ykkur frá því að á næsta ári að þá munum við geta fara að bjóða koltvísýring til iðnaðarnota. Við erum búin að skrifa undir samning við fyrirtæki í Danmörku að hreinsa brennisteinsvetnið úr gasi frá Svartsengi. Þessi straumur verður svo væntanlega til sölu til iðnaðar, hvort sem verður til matvælaframleiðslu eða annarra nota á næsta ári. Ég hlakka rosalega til að geta haft hérna einstök bjór sem einn af auðlindastraumunum okkar. Steinefni og málmar í jarðsjónum. Út á Reykjanesi gríðarlega mikið af upplýstum efnum í jarðsjónum og í útfellingunum og það vinnur til dæmis ein stúlka því í dag að vinna lithium úr vökvanum en það gríðarlega mikið af þessum verðmætu málmum. Okkur skortir enn í dag þessa tækni til að vinna að þessu. Þetta nýsköpun og þróun sem við þurfum til þess að geta náð þessum árangri. Jafnframt í útfellingunum vinnanlegt magn af gulli og silfri. En auðlindagarðurinn vekur athygli og það er það sem ég langaði þessi skilaboð sem ég langaði að bera fram hér. Við finnum fyrir gríðarlegri eftirspurn af erlendum ferðamönnum, námshópum og fleira. Við höfum verið að kynna þetta á erlendu vettvangi. Við vorum í París og kynntum þetta þar. Við verðum á ráðstefnunni núna í apríl, íslensku jarðvarmaráðstefnunni. Svo verður ráðstefna í haust energy branding. Þar verðum við hluti af þessu. Þetta góð landkynning og okkur finnst rosalega gaman að geta sýnt þessa fjölnýtingu og þessa þróun sem við höfum náð. Mér langaði jafnframt að því að það hefur verið komið inn á hálendisgarða. Á Reykjanesi hlaut nýlega jarðvangur, nýlega vottun UNESCO og í dag í Geopark UNESCO. Hluti af því að þessi vottun fæst af því að það orkuvinnsla á svæðinu við hliðin á öðrum einstökum náttúruminjum. Þannig að stofnanir eins og UNESCO líta til okkar. Hver niðurstaðan? Auðlindagarðurinn liður í sjálfbærri nýtingu jarðhitaauðlindarinnar. Okkur hefur verið treyst fyrir þessum auðlindum og okkur ber að gera það eins vel og mögulegt og sóa sem allra minnstu. Þarna þrífst þverfagleg starfsemi, þarna vinna einstaklingar með mjög víðtæka menntun. Þarna rosalega mikið af fólki sem hefur fagþekkingu á sínu sviði og auðlindagarður í rauninni stöðug öflun þekkingar, reynslu og nýsköpunar. Ég ætla að enda þetta á þessari tilvitnun í Albert Albertsson sem ég sagði ykkur frá áðan. En hann hefur alltaf sagt, fjölþætt nýting auðlinda einfaldlega bara heilbrigð skynsemi. En common sense kannski svo common fyrir okkur öllum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Kristín. Mikið og gott starf sem unnið á Reykjanesinu. Hörður Arnarsson forstjóri Landsvirkjunar en hann ætlar að fara aðeins yfir orku og ferðaþjónustu. Gjörðu svo vel. Ráðherra, góðir fundarmenn. Ég vil taka undir
hjá fyrrum ræðumönnum. Takkir fyrir að halda þessar ráðstefnu eða málstofu. Ég held að þetta sé mjög gagnlegt fyrir okkur að ræða þessi áhugaverðu áskoranir sem þessar starfsgreinar standa frammi fyrir og þau tækifæri sem eru í því sem bæði sem við höfum gert og því sem við getum gert. En það eins og áður hefur komið fram að þá er náttúruverðmæti okkar Íslendinga eru mjög mikil og það vitum við sjálf og það vita líka ferðamenn sem koma hérna og það er svona skylda okkar að hlúa að þessu verðmætum og nýta þau á mjög ábyrgan hátt. Við stöndum frammi fyrir því að bæði orkuvinnsla og ferðaþjónustuna nýta þessa frábæru náttúru en jafnframt viðkvæmu náttúru í efnahagslegum tilgangi og það er því mikilvægt að við gerum þetta á mjög varfærinn og sjálfbæran hátt. Við völdum bæði óhjákvæmilega nokkru raski sem við þurfum að lágmarka og ábyrgð nýtingaraðalanna þarf að vera rík og skýr og við þurfum að greina áhrifin vel áður en við förum á stað. Ég er sammála því að orkuvinnsla og náttúruvernd fara saman, þurfi ekki að vera andstæður, orkuvinnsla og ferðaþjónusta þurfi ekki að vera saman, en það eru hins vegar skörun, það erum ekki að víkja frá því að það eru líka ákveðnir árekstrar, ákveðin úrvinnsluatriði sem við þurfum að leysa og við þurfum að vanda okkur mjög við þá orðræðu hvernig við gerum það. En við þurfum að reyna að hafa umræðuna hófstillta, við þurfum að hafa hann í ferlum, við þurfum að tryggja það að fagleg sjónarmið komi fram og síðan að virða þær niðurstöður sem kom út til þess að við getum búið til sátt. Það er bara því miður þannig að hefur einkennt svona umræða okkur Íslendinga stór hagsmunamál að við viljum skapa ósáttu þeim, við viljum pólarisera pólitíkina, það við viljum láta brjóta á þessum mikilvæga málum. Þegar við sjáum margar aðrar þjóðir, til dæmis eins og Norðmenn, þá eru menn sammála mikilvægastu atriði. Menn eru sammála hvernig menn nýta olíu, hvernig menn nýta raforku, náttúruvernd, en eru síðan kannski pólariseringi stjórnmálum gerist á öðrum hlutum og þannig held ég að við þurfum að hugsa okkur aðeins sem þjóð hvernig við komum okkur aðeins upp úr skotgröfunum og ræðum þetta meira málefnalega. En það sem við búum við á Íslandi er að aðstæður til endurnýjanlegrar orkuvinnslu eru alveg einstakar og það hafa verið það í langan tíma. En við vinnum alltaf okkar rafmagn og varma úr endurnýjanlegum orkugjöfum og þetta er svona hvernig við gerum þetta er samofið þessum hreinleika og endurnýjanleika sem að landið hefur og ferðaþjónusta nýtir sér mjög í markaðssetningu sinni og menn upplifa bara mjög sterkt þegar þeir koma til Íslands. Við höfum gert þetta ekki, þegar þetta var farið á stað þá var kannski umhverfissjónarmiðin ekki svo rík, það var bara allt aðrar aðstæður þegar þetta var farið á stað. Þetta var fyrst og fremst til þess að tryggja, raun og veru bara sjálfstæði landsins, tryggja það að landi hérna væri byggilegt. Við getum svona ímyndað okkur hvernig væri að bara búa hérna ef við hefðum ekki jarðvarma, bara hvernig túristunum finnst þetta að koma til þessa kalda land sem er mjög kalt meiri hlutann af ársins, ef við gætum ekki kynnt húsin okkar eins og við gerum og gert þetta mjög aðlaðandi stað að vera á. En við sjáum það líka að í markaðssetninguna þá nýtur ferðaþjónustan góðs að þessu. Það eru ekki verið gerðar margar greiningar á því hvernig viðhorf ferðamanna eru til orkuvinnslu en við ætlum að reyna að bæta úr því á næstu misserum. En við sjáum í viðhorfskönnun sem Iceland Naturally lét gera meðal almennings í Bandaríkjunum árið 2014 þá var niðurstaðan svo að 67% aðspurða, þetta var sem bara almenningur, þetta var ekki endilega fólk sem var að koma til Íslands, sem taldi notkun Íslendinga og endurnýjanlegum orkugjöfum að það yki áhuga þeirra á Íslandi og vörum frá Íslandi. Og annar hver aðili sem var spurður taldi að endurnýjanleg orkuvinnsla Íslendinga yki talsvert líkurnar á því að þeir ferðust til Íslands. Það voru raun og veru ekki mörg atriði sem skoruðu hærra, það voru nokkur atriði á svipuðum stað, en þetta var eitt af þeim atriðum sem hafði hvað jákvæðust áhrif á ímynd Íslendingana. Og það er kannski ímynd erlendu aðilana. Þetta er kannski ekki skrítið af því þetta er stærsta vandamál flestra vestræna samfélaga, hvernig menn ætla að vinna orku í framtíðinni og áhrif orkuvinnslu á umhverfismál og það hefur mjög mikil áhrif á umhverfisvitundin í dag, sem mun meiri hefur nokkuð með séð áður. En við sjáum það líka að ferðaþjónustan er líka að nýta þetta. Þetta er ef við horfum á til dæmis svona einkunnarorðin sem að landshluta
landshlutana sem hvernig að markaðssetja landshlutana þá til dæmis á Norðurlandi þá energy eða orka eitt af einkunnarorðunum og Suðurlandi það power and purity sem að bæði tengjast mjög þessari ímynd sem endurnýjanleg orkan gefur sem við teljum bara mjög jákvætt. En við erum líka stolt af því hvaða árangri við höfum náð að við finnum fyrir miklum jákvæðum viðhorfum erlendu ferðamannanna og áhuga á þeirra og ánægjum með árangurinn okkar og við höfum nýlega látið endurnýja auglýsingaskiltið okkar í Leifsstöð þar sem það náttúrulega aðal svona aðkoma erlendra aðala, það undir fyrirsögninni Welcome to the land of renewable energy. Þannig erum við raun og veru ekki að segja hvað við ætlum að gera því að Ísland svo sannarlega land endurnýjanlegrar orku. Það ekki bara það að við séum að nýta hæst hlutfall 87% af okkur orkunotkun endurnýjanleg, heldur erum við einnig að framleiða mjög mikið af orku, við erum mun meiri orku við þurfum sem við nýtum í efnahagslegum tilgangi. Þannig að við erum og það náttúrulega endurnýjanlegt þar sem við erum að horfa til þeirra iðnfyrirtækja sem við fengið til landsins. Þannig að þetta hlutur sem við getum verið stolt af og hlutur sem vekur mikla ánægjum. Á þessu auglýsingu hvetjum við líka ferðamenn til þess að heimsækja orkusýningar okkar víðs vegar á landið sem ég kem betur að síðar. En þrátt fyrir að það séu áskoranir í því hvernig við vinnum saman og við þurfum að leysa úr því samvinnu og svo sannarlega það lausnir og dæmin sýna þá á fortíðinni að þetta hefur gengið býsna vel. En við þurfum að vinna bara saman að því og það bæði varðandi aðgengi og annað sem við sjáum tengt orkuframkvæmdum sem áður hefur komið inn að. En síðan sjáum við líka að fjölmargar, þó að áhrifin af virkjununum séu stórar, þá eru það landslag sem mótað eftir virkjarnar hefur líka mikið aðdráttarafl. Við sjáum það til dæmis á Þórisvatni og þá aðstöðu sem samgöngubátar sem urðu samhliða því. Við sjáum það til dæmis jarðböðunum í Mývatni, þar sem að það hefur verið starfrækt sem jarðvarmavirkjun frá 1969 og nærsamfélagið notið mjög jákvæðs ávinnings af því. Fjölmörg svæði eru líka sem hafa verið í orkuvinnslusvæði eða að þau njóta mikils aðdráttarafls og meðan annars má nefna að skammt frá virkjunarsvæði okkar í Bjarnarflagi og Kröflu vinsæll áfangastaður ferðamanna í Námaskarði. Það er ekki allir hins vegar að vita það að þetta samt gamalt og manngert jarðhitarannsóknarsvæði og námuvinnsla sem að vísu var ekki gengið vel frá en hefur orðið mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn til að sýna þessa frábæru auðlind. Síðan það gestastofunar bæði hjá okkur og öðrum orkufyrirtækjum og ég vil kannski leiðrétta það að það ekki tugir þúsunda ferðamanna sem koma í þessar gestastofur heldur það á annað 100.000 sem að koma í þessar stöðvar þannig að þrátt fyrir að það séu ekkert markaðssettar mjög mikið. Það eru mikil tækifæri þarna ennþá og við erum líka að nota þessar stöðvar til þess að höfða til Íslendinga og nota til þess að upplýsa hvað við erum að gera þar og meðan annars þróuðum við nýja stöð. Erum að þróa nýja gestamóttöku í Ljósafossstöð og ég ætla að sýna ykkur hérna komast betur en það á eftir. En við erum með stöðvarnar okkar víðsvegar landið. Ljósafoss verður svona ákveðin kjarni bara út af staðsetningunni og við ætlum að halda áfram að þróa það og sjá mikið tækifæri einnig með nábýlinu við virkjunina. En það í raun og veru ótrúlegt að skynja þann endurnýjanleika sem endurspeglast í þessum gömlu virkjunum og hversu áreynslulaust þar framleiða raforku alla daga. Við höfum verið með á sumrin leiðsögn á hafinu þar sem vindorkan og fengið mikið áhuga sérstaklega innlendra aðila þar með Búrfellsstöð og Þjóðveldisbæinn. Í Fljótsdalsstöð þar erum við með leiðsögn við Kárahnjúkastíflu, fengið mikið áhuga þar og svo við Kröflum og núna síðast erum við að þróa nýja gestastofu sem munum kynna á næstunni sem á Egilsstöðum, ormstofu sem við munum þróa saman með heimamönnum. En við teljum að það séu mikil tækifæri að nýta þessar stöðvar enn betur og munum kalla eftir samstarfi við ferðaþjónustuna hvernig við getum þróa þetta til þess að kynna þetta fyrir erlendu ferðamönnum því að áhuginn svo sannarlega til staðar þar en ónýtt tækifæri. Við höfum nýlega opnað þessa nýju stöð sem er rétt að reyna hérna í gegn. Sýningin var formlega opnuð í ágúst 2015 í tilefni 50 ára afmælis árs Landsvirkjunar.
virkjunum. Viðfangsefnið er raforkan sjálf, eðli hennar og eiginleikar og þau áhrif sem rafmagn hefur á samfélagið og daglegt líf. Orka til framtíðar er gagnvirk sýning og eru gestir leiddir inn í heim raforkunar á nýjan og skapandi máta. Þar er hægt að fræðast helstu orkuvinnsluaðferðir Landsvirkjunar, vatnsaflsstöðvar, nýtingu jarðvarma og vindmyllur. Lítum við í Ljósafossstöð og upplifðu af eigin raun orkuna sem býr í öllu. Þarna er sem orkusýning sem við erum nýbúin að opna og munum þróa þetta svæði eins og ég sagði áðan enn frekar. Við erum mjög stolt af því að þessi nýja sýning, að hún var núna í upphafi þessa árs tilnefnd til 3 verðlauna, bæði sýningin og þeir sem störf okkar samstarfsaðilar, bæði menningarverðlauna og hönnunarverðlauna, sem að við erum einnig stolt af. Að lokum vil ég bara segja það að orkuvinnsla og ferðaþjónusta eiga samleið. Við höfum sýnt það í fortíðinni og við getum sannarlega nýtt þetta í framtíðinni. Það er mikið af ónýttum tækifærum, sérstaklega í ljósi þess hvað er að gerast í alþjóðaumhverfinu. Loftslagsmál eru stærsta mál samtímans og mun hafa mikil áhrif á neyslumynstur og bara hegðun okkar í framtíðinni. Þetta er verkefni sem mun verða eitt stærsta verkefni samtímans og endurspeglaðist í árangurssöngfundi í París í desember, sem er rétt byrjunin á því sem að koma skal og hvernig við getum samnýtt það með þeim góða grunni sem var lagður hérna á Íslandi í endurnýjanlegum orkugjöfum, gert það enn betur, gert þetta enn sýnilegra að það skapar mikil tækifæri. Ísland er land endurnýjanlegrar orku. Við eigum að vera stolt af því, þeim árangur sem við höfum náð, og síðan að hafa það í huga að orkuvinnslan, þó að það séu ákveðnir árekstrar við ferðaþjónustu sem við getum unnið úr, að þá er hún líka mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Takk fyrir.